Staðan þannig í dag að við vitum mjög mikið ADHD. Við þekkjum þessa röskun og þessar áskoranir mjög vel. Við höfum öflug greiningatæki, við höfum öflug meðferðarúrræði, það hafa verið þróuð lyf og uppeldisaðferðir og skipulagstricks og almenn ráð í kringum ADHD sem við þekkjum mjög vel. Og það mjög mikilvægt, sama hvað vandi fólk að glíma við, að fólk fái viðeigandi og rétta ráðgjöf og rétta meðferð sem fyrst eftir að búið að kortleggja einhverja áskorun eða einhvern vanda. Þá við ADHD eins og annað og stóri vandinn mínu viti svo að við náum ofta að kortleggja hluti, setja fingurna á það og átta okkur á því hvað viðkomandi barn, ungmenni eða fullorðin að glíma við, eins og að glíma við ADHD, en þá býður þeim oft langur biðlisti eftir að fá viðeigandi stuðning. Og þetta hægt að líkja við ýmislegt, eins og ef ég færi til augnlæknis sem myndi segja mæla á mér augun og átta sig á því að ég þyrfti gleraugu en ég þyrfti að bíða 2 ár eftir að fá gleraugu, eða ef ég myndi handleggsbrotna og þurfa að bíða 2 mánuði eftir að fá meðferð og gifs við handleggsbroti. Við myndum aldrei sjá slíkt og myndum ekki telja slíkt verið boðlegt eða ásættanlegt með einum öðrum hætti. Og þetta það sem ég ósáttastu við og mér finnst vera kerfisvilla í hvernig við erum að nálgast einstaklinga sem eru við ADHD áskorunir í sínu lífi. Að við getum stundum kortlagta með þeim en svo biðjum við þau að setjast á biðstofuna og bíða í lengri tíma eftir viðeigandi og réttri þjónustu.